Jónas Björgvin, velkomin. Takk fyrir það. Byrju fyrst að góða sigur í síðast í deildinu móti Fylki. Ekki andrúmsloftið orðið mun svona léttara núna eftir að fyrsti sigurinn er komin í höfn? Jó, það létti töluvert í mannskapnum og þetta var nauðsynlegt á þessum tímamóti. Það var orðið frekar þungt yfir mönnum og auðvitað leggst það á sálina mönnum ef illa gengur. Þannig jú, það er óhætt að segja það að það sé létti yfir mönnum í dag. Við byrjum bara á, náttúrulega, það er bikarinn á morgun, IH. Hvernig svona leggst sá leikur í því? Bara vel eins og alla aðra leiki og það þýðir ekkert að vanmeta þá þó þeir séu í fjórðu deild eða hvað eina sem geti komið læðst inn í hausunum mönnum og bara mæta þessu eins og mætum Fylkisleikinn og byggja á það sem gott er nú þegar og það sem er að vera á móti. Og krafan er þetta bara að vinna leikinn á morgun? Já, algjörlega, ég meina þetta er bikarkeppni og ef maður tapar það maður úr og við ætlum svo sannarlega ekki að gera það og við ætlum að reyna að fara slengt og við getum í bikarnum og ég er full að trúa liðinu og við getum gert það. Og svona bara lokum, hvað telur að þið þurfa að gera til þess að tryggja það að við höldum áfram í bikarnum? Það er bara að fara inn í þann leik eins og við fórum inn í Fylkisleikinn með flott hugafar og vorum tilbúinir að berjast fyrir hvern annan og spila fínan fótbolta og gerðum það á köflum þannig að ég held að við þó að þetta sé liðið fjórðudeild þá verðum við að spila blúsandi bolta til að getum komist í gegn og ég reikna með að þeir pakki þannig að við verðum að spila flottan bolta allan tíman og setja pressu á þá þegar á við og setja nokkuð mörk á þá. Herri Jónas, takk hérlega fyrir og gangi ykkur vel. Já, takk hérlega. Herri, Palli, velkomin. Herri, byrjum bara örstutt á síðasta deildarleik. 50 sigur, er ekki orðið svona létt fyrir mannskapnum eftir slíkan leik? Jó, það er nú tölvöld léttar eftir sigurleik heldur en tapleiki. Það er ekki þetta félags á bak við það. Það er vonandi þetta eitthvað sem koma skal. Og það er náttúrulega bikarleikur á morgun. Þetta er, virðist þér svona snúin leikur. Þetta er kannski lið sem við þekkjum ekki of vel. Nei, það er alveg rétt og við förum auðvitað að fullu þunga í einu leik og ætlum okkur að gera góða hluti í bikarnum. Þannig að við ætlum ekki að fara í einhvern leik og halda að við séum eitthvað meira heldur en við erum. Þannig að við tökum þetta að fullir alvöru og ætlum okkur að komast áfram. Ef við bara snúum östnótt á hópnum, eru ekki allir frískir og engin leikmann? Það er engin leikmann eins og við viti, þannig að sömu menn frá Orri og Tjökk, aðrir held ég að séu klárir. En ef við búast við einhverjum svona breytingu fyrst þetta er svona náttúrulega stutt síðan í næsta leik á móti IBV? Já, það má reikna með að vera einhverjar breytingar, menn eru auðvitað búin að vera undir miklu álagi þeir sem hafa spilað mest alla leikina og stutt á milli þannig að klárlega fá einhverju tækifæri og vonandi nýta það. Og krafan eru auðvitað að komast áfram og svona þínu mati, hvað þurfið þið strákan að gera til þess að tryggja það? Fyrst og finnst bara að fara fullu inn í leik og taka henni leik alvarlega og spila þéttan og góðan varnarleik þegar við erum ekki með boltan og reyna svo að halda áfram að skapa okkur færi og skora mörk. Palli, takk hérlega fyrir og gangi ykkur vel. Takk.